Fæstir Íslendingar vita hvers vegna sjálfstæðishetjan Jón Sigurðsson var kallaður forseti og tæpur þriðjungur veit ekki fyrir hvað hann var þekktastur. Samt eru flestir á því að það að halda minningu hans á lofti. Þetta meðal þess sem kemur fram í skoðanakönnun sem Páll Björnsson, höfundur nýrrar bókar Jón, lét gera á meðan hann skrifaði. Það virðist nefnilega alltaf vera hægt að finna nýjar hliðar á manninum og sögu hans, enda fjallar hún framhaldslíf hans en ekki eiginlegt lífslaup. Þóra Arnórsdóttir hitti Pál í Hólavallakirkjugarði í dag. Pál, þú segist vera að skrifa framhaldslíf Jón Sigurðssonar. Það ekki líf hans á öðrum tilvistarstigum, en hvað áttu við með því? Já, ég að skrifa hann sem sagt eftir hann deyr og það hefur auðvitað verið skrifað mikið hann í lifanda lífi og ég byrja sem sagt á jarðarförinni og enda í samtímanum. Þannig að ég enda í nútíma alveg í deginum í dag. Já. Og ég sem sagt að skoða það sem sagt í þessari bók hvernig hann hefur verið notaður af ýmsum aðilum, ólíkum aðilum og jafnvel á mjög ólíkan hátt. Það eru margir sem að vitna oft til þess hvað myndi nú Jón Sigurðsson segja þetta og hérna, hvernig hefur hann verið notaður? Hefur verið misnotaður einhvern veginn? Já, reyndar nota ég ekki það orð í bókinni, ég nota ekki orðið misnotkun. Þetta ég myndi aðalega tala um þetta sem notkun og fólk gerir það þá bara með mismunandi hætti. Og fólk hefur auðvitað notað hann til þess til dæmis að tala gegn aðildinni að Atlantshafsbandalaginu og núna á síðustu árum með og á móti aðildinni að Evrópusambandinu. Þannig að það bara tvö lítil dæmi það hvernig hann hefur verið notaður. En svo virðist alltaf verið hægt að grafa upp eitthvað nýtt og af því að við erum nú hérna við þennan mikla minnisvarða, þennan stein sem að landar hans reist árið 1881 og þú komast að því að kisturnar þær voru fjarlægðar og hvernig vildi þetta allt saman til? Já, þau voru sem sagt jörðuð hérna vorið 1880, þau létust í desember 1879 og vildu fá að hvíla hér og þetta reyndar ekki hefðbundin gröf, þannig að þetta meira ætt við hvelfingu. Þannig að veggirnir eru hlaðnir. Þeir voru hlaðnir hér vorið 1880 en hleðslurnar og síðan múraði veggirnir. En þetta var hreinlega ekki nægilega vel gert. Menn gerðu sér ekki grein fyrir hversu veigamikil minning Jóns var orðin eða eftir að verða. Þannig að minning hans var farin að vega svo mikið að þegar menn komu síðan með þetta mannvirki hérna til landsins í október 1881 eftir að hafa verið búin að safna fyrir því út allt land og þá sáum menn að þetta gekk ekki upp. Hefði þetta hrunið bara ofan? Já, þetta hefði þá bara hrunið niður. Það hefði ekki verið fallegt. Það hefði ekki verið nógu gott og þess vegna voru þær sem sagt teknar upp kisturnar og færðar í líkhúsi sem var hér rétt hjá, það sem Klukknaportið er núna. Og voru hafðar þar uppi meðan þetta var allt endurgert á miklu ramgerðari hátt, þannig að myndi þola þetta mikla minnismerki. En það náttúrulega greinilegt að menn hafa ekkert vilja hafa neitt hátt það. Þetta þótt ekki flott. Ég meina, eins og segir, minningar sem var farin að vega þungt í öllum skilningi og það var ekkert mikið verið að segja frá þessu. Nei, það svona helstu blöð sögðu ekkert frá þessu, þögðu annarkvort eða sögðu mjög óljóst frá þessu. Það var reyndar eitt Reykjavíkurblað, blaðið Máni, sem sagði aðeins af þessu. Og það svona blað sem fór sínar eigin leiðir og því blaði eigum við að þakka við vitum svona nægilega mikið um þetta. En nú fögnum við 17. júní og Jón Sigurðsson sjálfstæðishetjan, styttan á Austurvelli og allt það, en svona í þessari skoðanakönnun sem þú lést gera þá virðast nú svo sem ekkert allir með á hreinu hver hann var eða fyrir hvað hann stóð. Hann samt ennþá mikilvægur og merkilegur og hann var? Já, það kom nú í ljós reyndar að meirihlutinn vissi að hann væri þekktur fyrir sjálfstæðisbaráttuna. Það voru samt ekki nema 55%? Það voru rúmur helmingur, já. En síðan voru það frekar fáir til dæmis sem vissu af hverju hann hafi verið kallaður Jón forseti. Það voru nokkur prósent og miklu fleiri sem taldu að hann hefði verið kallaður þetta af því að hann hefði verið fyrsti forseti lýðveldisins eða 18–19%.
Þannig að, en allavega eru menn með það á hreinu að hann hafi verið mikilvægur. Það sýnir náttúrulega skoðanakönnun og líka þegar það var spurt hvort hann væri mikilvægt sameiningartákn. Að þá voru allir, ekki allir, en mjög margir sammála því að svo væri. Þá erum við að tala tölur á bilinu svona 70–90% af þjóðinni. Já, þótt með vissu kannski ekki endilega fyrir hvaðan stæði, þá væri hann merkilegur og mikilvægur og það ætti að halda minningun á lofti. Þú tekur náttúrulega þátt í því með þessu. Heldur þetta verði áfram svona, menn haldi áfram að vitna til Jóns þegar þeim finnst þeir þurfa að leggja áherslu á orð sín? Ég veit það ekki, það getur, akkur ekki. Ég hugsa að það verði alltaf þörf fyrir sameiningartákn og menn eru samsagt búin að nota Jón í 130 ár og það getur vel verið að nota í önnur 130.